Það Sölvi komin í KR, ef við byrjum bara á því, hvernig kom það til? Það bara voru áhuga frá íslensku liðum og svona bara áhugin sem að KR sýndi og Óskar og svona, þá var það eiginlega engin spurning sko. Óskar sem seldi þetta þá eða hvað? Já, bara það veist að við að meta sína möguleika og það reyndist bara sá besti. Þú veist, voru mörg lið á eftir þér? Já, voru nokkur hérlendis og eitthvað úti líka, en ég mér fannst best að vera innan við landsliðina núna, svona besta valið. Færð frá uppeldisfélaginu Grindavík, hvernig erfitt að yfirgefa það? Ég hef náttúrulega, já, erfitt og ekki erfitt. Ég hef þurft að gera það áður í fyrra, en það myndi segja að það var kannski aðeins léttara núna þess að maður var ekki búinn að spila neitt. En auðvitað er alltaf erfitt að fara frá sínu uppeldisfélagi. Kannski ekki margir sem hafa séð þig spila mikið. Hvernig bara að myndi lýsa þér sjálfur sem leikmanni? Stórt spurt. Það er svona, ég hef flungin hafsend með góð með bolta og góða sendingar og snöggur og bara, já, nútíma hafsend. Eins og nefndur áðan, ferð í fyrra til Austurríkis, hvernig Lask, hvernig bara var það? Þetta var bara sturlað sko, mjög bara geggjuð byrjun sérstaklega. Það var ekki að búast við svona góðri byrjun. Ég fór þarna út og spilaði æfingarleik með varaliðinu og svo bara eftir eina viku var ég bara komin inn í aðalið og spila æfingarleik með þeim og var farin að æfa með þeim og svo kom skellur. Það sleit í ökklanum liðband og náði mér eiginlega aldrei á fullt flug eftir það. En já. Hvernig var það, þú veist, kemur síðan heim núna í vor, þú veist, var möguleiki að vera áfram úti? Það var, þegar ég gerði mér ljóst að það ætla ekki að kaupa mig frekar snemma. Ég kom eiginlega bara beint heim eftir það. Það var svona miðjan apríl og þess að stóð til boða að koma heim strax, þá var það ekki spurning sko, bara hoppa á það, svo fór og svo það fór. Já. Ekkert spilaði áður þú komst heim og varst þá að bíða til leikamild? Já, það var bras. Það var mjög leiðilegt, þetta var ekki heimkoman sem maður bjóst við, en þetta fór bara svo fór og já, það var bara að díla við það sko. Og þá síðan þegar þú getur spilað, tekur þú leik með öðrum flokki og meiðist þá aftur? Já, akkurat, það er svona, það gerst í 3 skipti núna í Nárunum og var bara enn meiri skellur sko. En hvernig er bara staðan á þér í dag? Ég er bara nokkuð góð sko, svona farin að geta hreyft mig aðeins út á velli og svona, þannig að það fer fljótt vonandi að smetla saman núna. Þú veist hvernig er bara leikform á þér, langt síðan spilaðir meistaraflokksleik? Jú, svo er það, en ég held að ég sé ekki lengi að vinna það upp, bara þegar maður er komin í alveg hörku æfingar á KR, þá er maður ekki lengi að vinna það upp. Þú veist, eftir með eitthvað tímaramma, þú veist, svo heldur þú að vera komin tilbaka? Það er svona eiginlega ómögulegt að segja hvernig maður er orðinn 100% með þessi meiðsli sko. Ég hef þurft að díla við það núna síðustu 3 skiptin, en einhverjar vikur, þegar maður sé leikklár. En eitthvað byrjar að æfa með bolta hjá KR eða ekki? Jú, en ekki bara svona sendingar og svoleiðis, ekki full æfing. Hvernig bara hafa fyrstu dagarnir í Vesturbænum verið? Bara eins og bara í sögur sko, tekið mjög vel á móti manni og allt upp á 10.